Við ætlum að fá Ásbjörn Björgvinsson næstan hingað upp. Hann ætlar að tala arðbærari afurðir. Hann ætlar að fjalla mikilvægi þess að hugsa út fyrir boxið. En að efla gæði og þjónustu grundvöllur áframhaldandi þróunar ferðaþjónustunnar í jákvæðari og arðbærari átt. Dæmi stórhuga framkvæmdir sem byggja á þessum grundvallar atriðum að finna víða land og Ásbjörn mun fjalla aðeins þessi dæmi og síðan kynna fyrir okkur nýtt stórhuga verkefni sem hann að vinna á Hvolsvelli, þar að segja eldfjalla og jarðskjálftamiðstöð Íslands. Gjörðu svo vel, Ásbjörn. Já, fundarstjóri og ágætu fundamenn, það gaman að fá að vera með ykkur hér í dag og fá tækifæri á að spjalla þetta hugðarefni okkar allra. Þetta eins og kannski með mig og Elías, við erum búin að vera í þessu lengi, þannig að reynslan orðin dálítið mikil. En það kannski til gamans að rifja það upp að þegar ég var að hefja undirbúning á stofnun hvalamiðstöðvarinnar eða hvalasafnsins á Húsavík fyrir nærri 18 árum síðan, þá leitaði ég fyrst til iðntæknistofnunar styrk til þess að vinna viðskiptaáætlun fyrir verkefnið og fengum styrk frá Impru á þeim árum til að vinna viðskiptaáætlunina og setja á blað það að þetta væri svona nánast ómögulegt. En þó ekki alveg útilokað að þetta gæti nú gengið upp að koma upp svona sýningu eða safni hvali norður á Húsavík. Heimamenn auðvitað sumir hverjir hlóa þessari hugmynd þóttum fáránleg, en það voru ýmsir sem höfðu trú á þessu en þar eins og oft gerist gáfar hér á Íslandi, við fáum einhverja hugmynd og við ætlum bara fylginu eftir bara í gegnum þykkt og þunnt og komin í höfn, en oft lendum við í því að stranda á leiðinni. En það auðvitað mjög gaman að nota það að hjartað ráði en auðvitað verið skynsemin að vera við völd þegar við tökum þessar ákvarðanir. En það ég vil líka segja að ef að hjarta fylgir ekki með, þá líka eiginlega alveg hægt að sleppa þessu. Þú verður að hafa trúið því sem það gera til þess að það gangi upp. En það allavega mjög ánægilegt fyrir mig að fundarstjórinn hér í dag skuli vera fyrsti starfsmaður hvalasafnsins á Húsavík, sem ég réð þar í vinnu fyrir 18 árum síðan, þannig að það mjög gaman að vita því og safnið þetta að gera sér mjög vel í dag. En stuðningskerfi ferðaþjónustunnar á þessum upphafsárum hvalasafnsins var ágætlega virkt, þó að fjármunir væru auðvitað skornum skammti eins og kannski líka í dag. En atvinnuþróunarfélögin, Byggðastofnun, fjárlaganefnd Alþingis voru helstu stuðningsaðilar nýrra verkefna auk nýsköpunarmiðstöðvar eða inntæknistofnunar á forvera nýsköpunarmiðstöðvar. Þessir aðilar voru kannski helstu stuðningsaðilarnir okkar þegar við vorum að byrja fyrir bil 18 árum í því að reyna að koma á nýrri starfsemi út á landi. Nú með sama hætti kom síðan safnasjóður að svona verkefni síðar og þá jókst svona faglegheitin í þessu og það kannski það sem að mér finnst standa upp úr í dag, hvernig þróunin í þessari grein hefur orðið, að fagleg aðkoma, ráðgjöf og skoðun á öllum nýjum verkefnum, að hvort sem heldur hjá atvinnuþróunarfélögum, nýsköpunarmiðstöð eða öðrum stofnunum sem að styðja við bakið á þessari atvinnugrein, að þar þessi faglega þekking starfsmanna grundvallaratriði og miðlun þessara þekkingar til þeirra aðila sem að fara á stað með ný verkefni. Þetta tel ég að hafi vaxið og batnað til mikilla muna, hversu faglega tekið á verkefnunum í dag, hversu vel þau eru undirbúin áður en menn fara á stað og þekking starfsfólksins sem að vinna að þessari ráðgjöf orðin mikil. Það allan að bera þakka, þó að þetta finnist okkur stundum hlutinni ganga óhægt, en þá þetta alveg klálega verulega mikil breyting á stuttum tíma. En varðandi arðbærari afurðir sem ég ætla að reyna aðeins að tæpa hér á í dag, maður segir kannski ekki voðalega mikið nýtt inn í svona hóp af fólki sem búið að vinna lengi í ferðaþjónustunni, en það byggir að mínu mati á því að vera alltaf tilbúin að hugsa út fyrir boxið, að leita nýrra leiða eða tækifæra til þess að efla gæði og þjónustu auk þess að skapa nýja segla út allt land. Við dreifum áburði á tún en við dreifum ekki ferðamönnum, hef ég oft sagt. Þeir fara nákvæmlega þangað sem þeim langar til að fara. Það því okkar að skapa aðsóknaraflið. Ég hef líka oft bent á það að vörur, ef ég nota afurði sem að sýrja með, en allavega það sem við erum að reyna að byggja upp, sérstaklega út á landsbyggðinni, þarf að vera töluvert meira sexy
heldur en það sem hér í nærumhverfi innkomustaðarins til Íslands, það er að segja Keflavíkurflugvallar. Við þurfum að vera með segla út allt land sem þurfa að hafa verulega meira aðdráttarafl heldur en það sem að markaðurinn til staðar. Meina hér á þessu svæði, suðvesturhorninu inn á Suðurlandi og eitthvað upp á Vesturland, eru þetta bara næst svæði Keflavíkurflugvallar, það sem að langstærsti hluti ferðamannanna koma inn. Og til þess að fá ferðamenn til að fara víðar þurfa þá seglarnir að hafa ennþá meiri aðdráttarafl sem eru því fjær þessari innkomuleið. Ég veit að fyrst af áhuga með þeim umræðum og þeim áformum að reyna að efla fleiri áfangastæði á landinu, þar sé að koma inn fleiri áfangastöðum á landinu og ég tel að það muni gerast þegar seglarnir út á landi og innviðirnir eru orðnir það sterkir að þeir dragi til sín flugfélög líka. Því það er ekki bara að draga ferðamenn, það er líka að draga flugfélög. En þau verða að sjá hagsinn í því og þar er þetta fyrst og fremst þurfa þau ofta að fá ákveðin stuðning til markaðssetningar á þessum seglum, en þetta er líka að breytast mjög hratt. Við erum að sjá mikla og öfluga uppbyggingu á innviðum víða land sem að blæs mér allan þá voni brjósti að þetta muni verða innan einhvers tíma en kannski ekki alveg strax. En ein besta leiðin til þess að fjölga ferðamönnum og lengja dvöl þeirra er að byggja upp áhugaverðan áfangastað sem byggir á góðri og vandaðri þjónustu og orðspori sem fer víða í gegnum samfélagsmiðlana hverju nafni sem þeir nefnast. Fyrir 12 árum þegar ég var að byrja að byggja upp hvalasafni á núverandi stað í gamla Sláturhúsinu á Húsavík var mér góðfúslega bent á það eftir úttekt á húsnæðinu að klósettaðstæðan sem boðið væri upp á væri lykilatriði. Það væri engin staður betri en klósettir sem að byggja upp á. Og ég vil að taka fram á klósettin hér á Indriðarsafninu, mjög fín. En þetta var nákvæmlega máli. Ég var að nota gömlu klósettin frá Sláturhúsinu þetta í upphafi og fekk þetta bátt fyrir en við fórum í það endurnýja þau og gera það bara virkilega flott og menn töluðu bara hvað klósettin væri fín. En menn muna líka algjörlega eftir því ef að klósettin eru ljót eða ekki hrein, þá er það sem menn muna. Þetta er svona sem er sjóveikin á sjó, menn muna eftir því að verða sjóveikir en ekki endilega upplifuninni því að þeir lágu einhvers staðar annars staðar en að horfa á sjóin. Nú en því að gott orðspor berst víða en illt út allt og þetta á sérstaklega við í dag á tímum Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram og svo framvegis. Þannig að við verðum auðvitað að vanda okkur í hvívetna og allstaðar og alltaf. Ef við viljum skapa arðbærari afurðir verða grunngildi vakans að vera okkar leiðarljós. Því þar er að finna flest það sem getur gert góða hugmynd enn betri. Það er allavega mitt mat eftir að hafa kynnt mér vel vakan og notið þess að fá að vera þar í stjórn með góðu fólki sem er að reyna að vinna að eflingu gæða og öryggismála innan ferðaþjónustunnar. Nú að mínu mati munu arðbærari afurðir byggja á meiri metnaði, hærra þjónustustigi, sterkari upplifun, meiri gæðum, ekki síst persónlegri og vingjarnlegri þjónustu á öllum stigum. Það gladdi mig mjög að sjá verkefni þó að í litlu mæli sé kannski á Klaustri, en þetta er akkurat nákvæmlega það sem við viljum fá. Við viljum sjá eitthvað svona persónlegt touch í þessu, eitthvað sem er virkilega svona hlýlegt og gott. Þetta hvetur mig til þess að sjá bjartsýnina fyrir ferðaþjónustuna þegar við höfum svona verkefni líka, en auðvitað þurfum við líka metnaðarfyllri verkefni sem við höfum auðvitað víða séð. Og það eru engin ný sannindi að því meira sem þú leggur þig fram, því meira myndu við fá tilbaka. Bæði hvað varðar fjárfestinguna og ánægju gestana þína sem er jú það sem við öll viljum. Dæmi stórhuga framkvæmdir sem byggja á þessum grundvallar atriðum er að finna víða land. Ég get engan veginn farið að koma hér með eitthvað tæmandi lista yfir þá frábæru staði, en til þess að nefna nokkra má benda á uppbyggingun á Siglufirði, þar sem að menn hafa tekið eftir að það eru orðið bara hreinlega bylting, sérstaklega bæði varðandi að það að samgöngur hafa batnað en ekki síður upplifunin við að koma inn í sveitarfélag sem hefur tekið ferðaþjónustuna opnum örmum og farið að byggja fyrst og fremst á því að fjölga tækifærum fyrir ferðamönnum á Siglufirði. Nú, við höfum séð svipað uppbyggingu með öðrum kannski stíl aðeins á Patreksfirði, þar er komið nýtt hótel og samvinna ferðaþjónustu aðila á svæðum til að byggja þar upp flotta þjónustu á sunnanverðum Vestfjörðum, við sjáum þetta líka á norðanverðum Vestfjörðum og síðan Eldheimar í Vestmannaeyjum til að nefna eitt lítið dæmi í viðbót, mjög metnaðarfullt verkefni til að segja sögu
eldgossins þar. Nú við vitum með fyrirhugað uppbyggingu á Hveravöllum, uppbyggingu í Mývatnssveit, franski spítalinn á Fáskrúðsfirði, uppbyggingu öll á Húsavíkurgötu, Þríhnjúkagígur, Bláalóni, heimskuðssetur á Raufarhöfn, gamla höfnin í Reykjavík og ný og glæsileg og oft þematengt hótel og gististæði bæði hér í Reykjavík og út allt land, sem fann að byggja á því að auka gæði og þjónustu og leggja aukna áherslu á upplifun til þess að þjóna sínum viðskiptavinum betur. En að lokum langaði mér semst að kynna fyrir ykkur verkefni sem stórhauga og þarfnast verulegra fjármuna til þess að verða veruleik, og við erum að vinna í þessu. Ég kem að þessu fyrst núna í vor, í febrúar, en upphaflega hugmyndin sem að verður til þegar Skúli Sigfússon sem á Subway keðjuna strandaglópur í Flórida og að horfa þar á fréttastöðvar, og alla fréttir sem hann grípur inn í eitthvað staði með linkinn á Live from Hvolsvöllur, Iceland. Það semst Eyjafjallajökullsgosið á fullu og hann strandaglópur í Bandaríkjunum, kemst ekki heim. Og hann fyrir að hugsa að ég geta að gera eitthvað úr þessu. Og síðan það að hann fær aðila til að vinna fyrir sig ákveðna rannsóknir og rannsóknarvinnu, viðskipta áætlun mjög ítarlega til að skoða bara þetta mögulegt að byggja eitthvað upp á Hvolsvelli sem gæti tengst eldfjöllum, jarðskjálftum eða svona jarðfræði Íslands. Og niðurstaðan af þeirri miklu vinnu sem stóð á annað ár var svo að þetta væri mögulegt, en þá þurftu auðvitað að finna einhvern framkvæmdaraðil til að gera það, og ég semst fenginn til þess að stýra þessu verkefni vonandi í höfn. Og hefur auðvitað notið þess að fá að vinna með virtum arkitektum, hönnuðum, vísindamönnum, leikmyndahönnuðum og síðan tæknifólki frá fyrirtækið með Gagarin sem fyrst og fremst í gagnvirkri margmiðlun, og mjög gaman að vinna með þessu fólki öllu, og ekki síst að finna þennan gríðarlega kraft, sköpunarkraft í unga fólkinu sem að koma heim eftir nám erlendis. Að það alveg óþrjótandi brunnar af nýjum tæknilausnum, nýjum hugmyndir sem koma frá þessu unga fólki, þannig að maður fyllist bara mikil bjartsýni fyrir hönd Íslands þegar maður sjáum þetta unga fólk vera að koma svona virt inn aftur eftir að hafa leitað sér þekkingar erlendis. En ég ætla að hlaupa hér aðeins örstutt í gegnum þessa kynningu á Eldfjallasetrinu. Þetta bara fyrstu svona skissur og fyrstu hugmyndir af kynningu. Við erum ekki búin að ljúka endanlegri hönnun, hún enn í gangi. En við ætlum að reyna að byggja þetta semst á því að þú munir semst læra og upplifa, lykta, verða fyrir áhrifum og bragða, því þarna verða veitingastæði líka, og þetta eigi alltaf ske og eiga sér stað við rætur Eyjafjallajökuls semst á Hvolsvelli, og hönnunin sem við erum að vinna með byggir öll á því að verkefni verði staðsett þar. Nú á Hvolsvelli eru þetta góður infrastruktúr, eða semst innviðir á Hvolsvelli eru góðir. Það stutt til Reykjavíkur, það búa þarna 1700 manns, það þarna góð sundlaug og íþróttaaðstaða, það eru 2 litlir veitingastæðir, það þarna safn líka, sögusetrið Njálu, og í nágrunni við okkur eru líka mörg skemmtileg söfn og setur, Skógar, Þorvaldseyri, Heklusetur og Eldheimar, og með þessum aðilum ætlum við þetta öll að dansa með, og þetta nágrunnum okkar bara á Suðurlandi. En nálæðin sést við Reykjavík, þetta svona fyrsti stoppistæður oft fyrir þá sem að koma úr bænum. Þetta svona aldrei svona eins og Hveragerði var hérna fyrir 20 ára síðan kannski. Þetta orðið skottúr að skreppa, og ástæðan fyrir staðsetningun á Hvolsvelli þetta svo að við erum í beinni sjónlínu við 4 stórar megin eldstöðvar sem að hafa verið að gjósa og munu gjósa á komandi árum. Það alveg gefimál að þetta mun halda áfram. Við erum stödd þar í dag að við sitjum von á Möttulstróknum sem núna að leika sér með Norður-Atlantshafshryggnum í að búa til enn stærra Ísland, eins og við þekkjum auðvitað frá því sem í gangi í dag. Nú nálægðin okkar við aðra náttúruperlur á svæðinu styrkir þessa staðsetningu auðvitað líka, og hérna kemur aðeins rétt svona loftmynd af Hvolsvelli. Hérna neðst á myndinni, ég veit ekki hvernig náðu öll að sjá þetta, eru svona fyrstu skissur af fyrirhugðri staðsetningu Eldfjallamiðstöðvarinnar þarna niðri í horninu. Hún verður að hluta til, eða var upplega plönuð að hluta til undir jarðvegslægi sem við ætlum að mynda þarna í kringum bygginguna, en það gæti átt eftir að breytast. Grunnmyndin af húsnæðinu var
þessi hjá okkur, þar sem að við erum að láta húsið leika hluta af þessari sýningu og þar sem veitingastaðirnir verða þarna líka lengst til hægri og síðan ákveðin þjónusturými, síðan þarna ákveðin upplifunar salir. Nú síðan hérna smá svona þrívítar mynd af innviðum sýningarinnar, þar sem að hjartað í sýningunni verður möttulstrókurinn sem undir Íslandi. Hann verður þarna í stóru rými það bil 12 metra háu, þannig að þú munir finna til smæðar og sjá hvernig þetta tengist því að Ísland varð til á sínu tíma. En ég ætla ekki að fara út í langar jarðfræði útskýringar hérna með ykkur í dag til þess að útskýra það þegar áttir að koma betur ljós en möttulstrókurinn sem fæðir flestar eldstöðvar á Íslandi í dag, hann mun verða þarna lifandi fyrir augunum ykkar, geislandi hita og lýsingu og gefa ykkur þessa tilfinningu þegar komið inn að við erum óbáslega lítið peð í þessum stóra leik náttúrunnar hérna sem liggur undir okkur. Nú útsýnispallar af þaki byggingarinnar, sneiðmyndin af henni og aðkoman að byggingunni, þar sem við ætlum að reyna að sýna aðeins jarðlögin í leiðinni, veitingastæðurinn sem verður með eitthvað svona torgi sem mun síðan tengjast sveitafélaginu eða inn í sveitafélagið, á að verða svona bara skemmtilegur útivistarstaður, skjólgóður útivistarstaður fyrir norðan og norðaustanáttinni og síðan sjáum við fyrir okkur að við höfum hérna útsýni í þessar megin eldstöðvar til þess að hlaupa hratt yfir. Þessa staði þekki þið nú bara jafn vel og ég, þannig að ég þarf ekki að hlaupa í það. En hérna svona pínulítil mynd af þessum möttulstrók. Þið munum sjá, þegar þið komið inn í rýmið, sjá hann spegla sjálfan sig niður í jörðina með speklakerfi ákveðnu og horfa svo upp þar sem hann kemur upp undir Ísland og þið sjáu þá semst hvernig hann lítur út og þetta mun verða semst bara ákveðin leikmynd sem að við munum nýta þarna og búa til þessi áhrif að þú finnir hitageislun og þú sjáur þetta raunverulega hreyfast upp. Það verða þetta boðið upp á alls konar útsýnis og upplifunarferðir í tengslu við þessa miðstöð. Við munum vinna mjög þétt með fyrirtækjum sem að bjóða upp á afþreyingu á svæðinu og selja þá ferðir fyrir ferðalanga í þær. Við munum ætla okkar að vinna mjög þétt með Kötlu jarðvangi að sjálfsögðu eins og félagar okkar á Suðurlandi og þessum sveitarfélögum sem eiga aðkomu að Kötlu jarðvangi. Því að hann er mikil og skemmtileg viðbót við aðþreyingun á svæðinu og svo upplýsingamiðlun sem þar á sér stað. Þannig að við viljum kynna þennan jarðvang og vera þáttakendur í þessu verkefni með öðrum sveitarfélögum á Suðurlandi. Nú síðan verður þarna ákveðin fræðslumiðstöð þar sem við ætlum að vinna með almannavörnum og háskólasamfélaginu það að miðla upplýsingu til almennings þær rannsóknir sem í gangi í dag og allar almannavarnir, það er að segja rýmingaráætlanir og viðbragðsáætlanir sem að almannavarnir hafa gert fyrir svæðið út frá mismunandi gosum sem geta átt sér stað bæði í Kötlu og annar staðar. Kvikmyndasali með bíósýningum þar sem þú munir finna jafnvel hita líka og einhvers konar jafnvel vind, svona 5D upplifun, einhvers konar norðurljósa og Íslandsmyndasýning verður líka hluti af þessari miðstöð en hugsanlega ekki í fyrstu skrefum en við stefnum á það líka að vera með jarðskjálftahermi sem að gefi fólki tilfinningu á því að hvernig að standa í 7,1 stiga Richter skala jarðskjálfta sambærilegum þeir sem varð á Suðurlandi þegar stóri skjálftinn var þar. Og þetta eru að vinna með rannsóknarmiðstöð í jarðskjálftaverkfræði á Selfossi og Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands. Nú síðan verður þarna lítill veitingastaður eins og ég segi, þar sem fólk getur komið inn og notið þess að fá sér einhvern kaffisopa eða eitthvað að borða og síðan auðvitað eins og í flestum svona stærri áfangastöðum þá verður auðvitað einhvers konar minnigrippaverslun líka staðsett. En við ætlum síðan líka að vera með sjálfboðaliða prógram fyrir erlenda jarðfræðinema, bjóða þeim að koma að vera hjá okkur einhvern tíma, einhverja vikur eða mánuði og miðla af sinni þekkingu og fræða fólk sem kemur í heimsókn til okkar og í staðinn fá þeir semst þá að búa á svæðinu, fá þá mat og gistingu og að fara í svona rannsóknarferði með vísindamönnum svæðið. En þetta er semst bara logoðið okkar og eins og ég segi, við erum ennþá að þróa verkefnið. Þetta er ekki endanlega útgáfan af
byggingunni, ég veit það, því að við þurftum að gera smá breytingar vegna sem við erum staðist út á landi og þá kemur bankinn og segir að þetta er ekki nógu fjölnýtanlegt hús, við þurfum aðeins að breyta því þannig að við getum nýtt það sem eitthvað annað ef þetta fer á hausinn. En við ætlum auðvitað ekkert með þetta á hausinn, við ætlum að byggja þetta setur þarna myndarleik og stækka þannig kökuna á Suðurlandi, búa til nýja segla sem fær fólk til að langa til að koma til okkar og þar ætlum við að vinna með samfélaginu okkar og samfélaginu á Suðurlandi, markaðsstofu Suðurlands auðvitað líka í að efla bara svæði sem heild og stækka kökuna fyrir alla og fá ferðamenn til að dvelja lengur út á landi og skapa þannig virðisaukann fyrir alla keðjuna. En þetta voru semst glæðurnar mínar og ég vil bara þakka kærlega fyrir að fá tækifæri að vera hér með ykkur í dag og segja ykkur aðeins frá þessu en enn og aftur látið hjarta ráða, það er alltaf verið hérna mér langbesta leiðarljósið og verið einlega því að leiti líka aðstofa hjá þessum reynsluboltum sem eru út allt, bæði hér í Nýsköpunarmiðstöð, atvinnuþróunarfélögunum og hjá Ferðamálastofu og Íslandsstofu að fá leiðbeiningar og hjálp ef við þurfum á að halda. Takk kærlega fyrir mig.